En 4 vinir hafa unnið hörðum höndum að því að skapa íslenskar ofurhetjur sem munu líta dagsins ljós í bók sem þeir gefa út á næstunni. Ok, langt síðan síðast. Hvað ég búin að vera að gera? Jú, ég búin að vera í fullt af verkefnum eins og BS-ritgerðinni minni og einu öðru verkefni eins og við sjáum kannski titlinum af þessu myndbandi hérna. Þannig málum vexti að frændi minn og vinur hans eru sett að vinna í bók sem heitir Landverðirnir, sem íslensk teiknimyndasögu saga. Ég ekki að reyna að lúkka samt eins og einhver Stan Lee með þessi gleru. Ég ætla að sýna ykkur bak við tjöldin. Við viljum fá að hitta teiknara sem að teikna bókina og strákarnir sem að skrifa bókina. Við ætlum að spjalla þá hvernig sagan var til. Þannig að endilega bara komið með mér í þetta vlogg. Ég heiti Fannar og ég er listamaður bókarinnar sem við erum verið í. Þetta er Landverðir bókin. Þetta eru yfir 70 okkar blaðsíður sem ég er að vinna í. Og hér er ég með til dæmis alls konar flott hasaratriði og fleira. Og þetta er eins og fyrsta blaðsíðan sem ég gerði fyrir þá. Þetta er síðan sem ég er að vinna í akkurat núna. Þetta er eitt hasaratriði sem ég er að gera og hér er hitt. Svo ætti eftir að lita þetta líka. Já, svo verður allt litað og þá ætti hann að vera tilbúin. Þannig að endilega farið í verslanir og kaupið þessa frábæru bók þegar hún er tilbúin. Já, ég segi hún verður til í öllum helstu verslunum. Þetta eru grófu teikningarnar sem ég geri áður en að ég læt hana verða veruleika. Svo byrja ég að vinna mig upp. Ég byrja ofta að gera þetta sem er leðilegt að gera. Það eru tölvur, allir þessi auka hlutir. Svo set ég fólk hérna inn á og þetta er bara skissustigið. Og svo byrja ég að bleka yfir. Þá verður þetta svona. Svo fer ég og set rammana. Svo enda ég á því að setja orðin og búblurnar. Konseptið á bakvið allan að fyrstu 2 aðalkarakterina sem ég var að gera fyrir þá. Þetta byrjar alltaf svona. Ég þarf alltaf að brjóta allt niður í grunnform. Og þið sjáu þetta er mjög gróf teikning. En svo bæti ég í það að þangað til að ég kom með eitthvað sem ég líst vel á og þá loksins get ég farið í smáatriði eins og þið sjáu grímuna hér. Eftir það þá byrja ég að lita og bara svona gróft. Ég er bara að reyna að sjá hvernig allt kemur út í svona í grófum dráttum, hvort að litinni passi, hvort að það sem þeir segja make sense og hér kemur vondi kallinn. Og svo náttúrulega passar ekkert allt 100% frá seinustu fígúrunni, en víst að þetta er gróft konsept, þá get ég bara lagað það eftir þörfum. Eins og þið sjáu hér ger ég hann miklu massaðri, hann er stærri, hann er breiðari og hann verður bara teiknaður út. Svo er hann bara litaður, nákvæmlega sama prósess, sjá hvort að litinni passi ekki saman, rauður, brúnn og svartur og gulur og voilà. Atlas og Asar. Atlas og Asar. Góði kallinn og vondi kallinn. Góði kallinn og vondi. Það er alltaf í lífinu. Það er alltaf þessi balans milli góða og vonda. Já, þetta er Ert þú góður eða vondur? Ég er góður, sko. En hugmyndin kviknaði dálítið út frá þessum 2 karakterum. Þetta væri aðal vondi kallinn og þetta var aðal góði kallinn í sögunni. Og Fannar lét þessa karaktera koma til lífs. Hann tæknaði þetta alveg eins og við vildum hafa þetta og þetta er bara algjörlega geggjað hjá hann, sko. Hvað er gerast? Hérna eru búningarnir. Við erum búin að klæða fyrir í búningana. Það tekur smá tíma. En það er langt búin að klæða sig. Já, ég er sem þetta ekki ofurhetja, en ég er svona staðgengill. Ég fer í búningin bara svona á og til þegar það vantar. Hvað segir mér, hafið þið nú þegar eitthvað farið á barnaspítalanum? Þeir hafa unnið að gerð bókarinnar í 1 ár en hún mun koma út í næsta mánuði. Bókin heitir Landverðirnir, Atlas og Avion. Sem eru íslenskar ofurhetjur sem eru með ofurkrafta sem að tengjast íslenskri náttúru og þeir eru í baráttu við hinn ægilega Asar sem er með sitt ætlunarverk, eyðileggja Ísland. Hugmyndin kviknaði þegar félagarnir sáu að erlendir leikarar mættu í ofurhetjubúningum á barnaspítala til að gleðja langveik börn. Við hugsaum með okkur, af hverju er ekki til svona á Íslandi? Af hverju er ekki til einhverjar íslenskar ofurhetjur sem að geta gert bæði góða hluti í bókunum en líka gert og látið gott að sér leiða í alvörunni? Þeir sé mikla vinnu hafa farið í gerð bókarinnar, sérstaklega í að teikna myndirnar. Þarft að vera með
bullandi metnað. Að gera eina blaðsíðu tekur alveg 24 tíma. Félagarnir ætluðu að vera reglulegir gestir á Barnaspítalanum en vegna kórónuveirufaraldursins hefur það ekki gengið. Þeir hafa þó farið með gjafir handa börnunum. Þegar bókin er komin út og við erum búin að selja einhver eintök að þá fari í rauninni hagnaðurinn hjá okkur höfundunum farið til Barnaspítalans. Þá muni Atlas og Avion fara reglulega í heimsókn á spítalan. Strákarnir vonast til að landvættirnir stimpli sig inn sem ofurhetjur Íslendinga. Við erum bak við grímurnar, við viljum gera gott, en það getur hver sem er gert gott. Og það er það sem ofurhetjur allavega gáði mér til að byrja með. Hvað fylgjast með bak við tjöldin þegar við förum í sjónvarpsþáttinn Vísra Ísland í dag? Stöð 2. Já, er það kvöld?